Já, við erum hérna með dæmi einslaga þríhyrninga. Þessi hérna þríhyrningur hér er stóri þríhyrningurinn, en inn í honum er einn lítill og hann er eins laga vegna þess að þegar við skoðum hérna, til dæmis þetta horn hér í litla, þá er það nákvæmlega jafn stórt og þetta í þeim stóra. Þetta horn hér er nákvæmlega sama og þetta hér í þeim stóra og þetta horn hér er nákvæmlega eins hvort sem er í stóra eða litla. Nú, markmiðið er að finna þetta x hérna. Ég veit að þessi stubbur hérna er x. Ég veit líka að þessi vegalengd hér, alveg frá tóttum hérna og niður í tá hér, er 12. Þá get ég verið öruggur að þessi stutta lína hérna í þessum þríhyrning er eiginlega þessi vegalengd hér, 12, mínus þessi stubbur hér. Þannig að þessi hlið hérna er þá í raun og veru bara 12 mínus x. Þessi stubbur hér. Nú, þegar ég er að vinna svona dæmi, þá get ég stillt upp 4 stærðum, 1, 2, jafnt og 3 og 4. Þá get ég stillt raun og veru upp einhverri stórri hlið á móti sömu hlið í þeim litla, jafnt og stór hlið í stóra þríhyrningnum deilt með sömu hlið í þeim litla. Þetta eru sömu hliðarnar, stóra og litla, það er að segja í stóra og litla þríhyrningnum. 4 stærðir, og það sem ég ætla að fara að leika mér í að ég ætla að setja inn 3 þekktar til þess að finna þá 4. Nú, takk eftir, ég er með stóru hérna ofan á og litlu fyrir neðan. Stóru hérna fyrir ofan og litlu fyrir neðan. Ég má snúa þessu við. Ég má hafa litlu hlið fyrir ofan og stóru fyrir neðan. Þá verð ég að vera með algjört samræmi hinum megin. Þá verð ég að vera með litlu hliðina líka þar fyrir ofan og stóru hérna fyrir neðan. Og ég ætla að setja jöfnuna þannig upp hér vegna þess að litla liðin er liðin sem ég verð að finna og í henni er þetta x. Þannig að ég stilli upp litlu móti stóru, jafnt og litlu móti stóru. Nú, óþekkta-stærðin er þá sem sagt í þessari hlið hér, litlu hliðinni. Á móti kemur stóra hliðin, sama hlið í þeim stóra, hún er öll hérna 12. Hinum megin setja ég upp eins litlu hliðina í þessari hlið hér, hún er 6. Á móti sömu hlið í þeim stóra og hún er 6 plus 3 eða 9. Litla á móti stóra er jafnt og litla á móti stóra. Það sem ég þarf að passa mig á hér er að hér eru 2 liðir og það sem borgar sig að gera er að setja bara sviga utan þá, þessa 2 liði, og ég fer síðan að margfalda í kross. Það sem að þetta hér margfalda ég saman, 9 sinnum svíinn, 12 minus x, en hinum megin þá margfalda ég þetta í kross, 12 sinnum 6. Nú, 9 sinnum svíinn er þá komin hér og 12 sinnum 6 er þá komin hinum megin. Og það sem liggur fyrir er þá að margfalda 9 inn í svigan, 9 sinnum 12 og 9 sinnum mínus x. Nú, 9 sinnum 12 er jafnt og 108. 9 sinnum mínus x er mínus 9x. 6 sinnum 12 er 72. Ég flytt þá 108 yfir og hafi í huga 108 er plús. Þannig að þegar 108 fer yfir samsemmerkið þá breytist það og verður mínus 108. Þessi mínus á 9x er ennþá á 9 hérna. Nú, mínus 108 er þá komið yfir, þá reikna ég út þetta hérna megin, 72 mínus 108 og fæ ég út að það er mínus 36. Næsta skref er þá að losna við þennan 9x sem hangir með x-inu, þessi 9 sem hangir með x-inu, ég vil losna við hana, þá deili ég með henni í raun og veru, það er að segja
Ég deili með -9 og ef ég ger eitthvað öðrum megin þá var ég að gera sama hinum megin. Þá deyr þetta hérna og verður bara einu x-i. Nú, en 9 er þá komin hinum megin með mínusnum. Þannig að við erum að tala x er jafnt og -36 deilt með -9. Mínus á móti mínus verður plús og 36 deilt með 9 er 4. Þannig að x-ið er jafnt og 4. Takk fyrir.